Eldgosið við Litla-Hrút á lokametrunum að mati eldfjallafræðings. Hann gískar á að því ljúki klukkan 7:37 á morgun, en segir allt eins líklegt að hraun flæði áfram undir niðri. Þrátt fyrir að verslunarmannahelgin sé gengin í garð tiltölulega lítil umferð frá höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan með aukinn viðbúnað og allt hefur gengið vel til þessa. Allt frá ungbörnum að upp undir 100 ára unglömbum flykktust í Herjólfsdal í dag þegar þjóðhátíð Vestmannaeyjum var formlega sett. Brenna, brekkusöngur og blis eru meðal þess sem setur mark sitt á hátíðina. Dómur yfir rússneska stjórnarandstæðingnum Aleksei Navalny var í dag lengdur 19 ár. Hann afplánar þegar 9 ára dóm. Navalny, sem segir réttarhöldin stalinísk, brosti í dómsal í dag og hló að dómara málsins. Ekkert óprúttnum innbrotsþjófum óviðkomandi í innbrotahrinu á höfuðborgarsvæðinu. Varðstjóri segir góssið oft enda á sölusíðum á netinu og ef verðið of lágt til að vera satt líklega þýfi að ræða. Gott kvöld. Eldgosið við Litla-Hrút á Reykjanesskaga á stutt eftir að mati eldfjallafræðings. Reykurinn frá gosinu myndast þegar bleyta vegna rigningar kemst í snertingu við glóandi hraunið. Eins og greinilega sést á vefmyndavél RÚV þá hefur dregið verulega úr krafti gossins. Það helst að sjást á nóttunni að enn glæðir í gígnum, en mikill reykur sem kemur frá honum byrgir sín á daginn. Hvað orsakar þennan mikla reyk? Það fyrst og fremst úrkoman. Gígurinn mjög heitur. Innri veggirnir eru ennþá glóandi, þess vegna skygnið eins lélegt eins og það. Hann segir líklegt að stutt sé í goslok. Ég giskaði á 7:37 á laugardaginn, en það náttúrulega algjör ágiskun. Og þetta sem sagt bara hægt og rólega virðist vera að draga úr. Og ég hugsa að framleiðnin hún sé komin vel niður fyrir 3 rúmmetra á sekúndu, sem að bendi þá mjög sterklega til þess að gosið sé raun og veru bara að fara að stoppa. Það alveg möguleiki að hraunflæði haldi eitthvað áfram í innri rásum, sem sagt undir hraunskorpunni, og þetta getur alveg haldið áfram í dágóðan tíma. Sú stækkun á hraunbreiðunni sem var þegar jaðarinn gekk fram 200–300 metra í Meradölum í síðustu viku hafi komið úr hraunpollum. Þeir tveir neðstu, þeir tæmdu sig hálfpartinn og lengdu þá hraunið, þannig að þessi lenging hefur ekkert að gera með raun og veru kviku sem var að koma upp úr gígunum á þeim tíma. Þannig að aðal vöxturinn á hraunbreiðunni undanfarið hefur verið bara í kringu gígana. En gæti verið að kvikan brjóti sér leið einhvers staðar annars staðar? Þetta eru eldar, þetta er Fagradalsfjalls eldar og það er mjög líklegt að gos muni endurtaka sig, hvort sem það verður eftir ár eða nokkur ár. En það er mjög líklegt að við fáum nokkur gos í viðbót á þessum stað. Og síðan getur alltaf virknin fært sig. Hún gæti hoppað yfir í Trölladningi eða jafnvel Krýsuvíkina eða Brennisteinsfjöllin. Verslunarmannahelgin gengin í garð og fjölmargir verða á faraldsfæti þessa mestu ferðahelgi ársins. Það var fjölmenni á Reykjavíkurflugvelli í dag þar sem slegið var upp partíi. Þaðan fljúgu 3600 manns út á land, þar af 1000 til Vestmannaeyja, væntanlega flestir á þjóðhátíð. Það var sömuleiðis annríki í Landeyjahöfn þaðan sem Herjólfur siglir til Eyja. Herjólfur sigldi 8 ferðir til Eyja í dag og var uppselt í flestar þeirra. Sigrún Þuríður Runólfsdóttir, fréttamaður okkar, í Vestmannaeyjum. Sigrún, hvernig fer þessi þjóðhátíð af stað? Það eiginlega bara eitt orð til að lýsa stemningunni hér í Eyjum og það gleði. Það var aðeins þungt yfir í morgun, svo létti til og það hefur viðrað óskaplega vel á gesti hátíðarinnar. Og eitt víst að það skín sól úr hverju hjarta. Við Arnór tökumaður fórum hér vítt og breitt Eyjar í dag og hittum alls konar skemmtilegt og sniðugt fólk, fengum hnallþórur og alls konar fínerí. Og þetta eiginlega svolítið svona eins og góður draumur sem að borga sig ekkert að vakna úr alveg strax. Við skulum kíkja aðeins á það sem við sáum í dag. Nú erum við að fara á þjóðhátíð. Heldur betur. Hvað svona skemmtilegt við þjóðhátíð? Það bara stemningin og allir saman, allir glaðir, syngja, hafa gaman, bara geggja. Nei, við erum búin að fara fimmta þjóðhátíðin. Og hvað svona skemmtilegast? Hvítusöldin. Fá veitinga þaðan. Ert þú eitthvað búin að ákveða hvað þú ætlar að gera af þér? Nei, ekki enn.
Bara láta það ráða? Já, setjum til vandamál. Á 2017 hefur maður komið hingað á hverju ári. Hvað er svona skemmtilegt við þetta? Það er bara allt, það er ekkert að nefna neitt eitt. Bara að vera í hvíti tjöldunum, vera með fólkinu og vera í brekkunni. Brekkuslaukurinn eða ekki? Öll ættin hennar er frá Vestmannaeyjum, þannig að við ætlum að kíkja og hitta alla familíuna og svo bara beint í brekkuna. Það eru flestir í Eyjum núna. Það er allir í Eyjum, það var reyndar vanta mömmu sko. Mamma, hæ! Meðal þeirra sem framkoma á þjóðhátíð í ár er stjórnin með Siggu og Grétari í fararbroddi. Það kemur fyrir að við spilum Verslunarmannahelgi og við erum einmitt að stoppum í kvöld hérna í Eyjum og svo förum við á Flúðir á morgun og Neskustað á sunnudaginn. Svolítið þess að krusona. Þannig að nóg að gera hjá okkur helgina. Eru lagið? Sko það er, já, það er bara við verðum á svona á ferð og flugi. Já. Hver er svona sérstæða þessar hátíðar? Akkur lifir hún bara alltaf? Það eru kynslóðurnar að skemmta sér saman. Við erum hér eins og þú sérði í kringum mig með börn í vagni og alveg inn í eitt sem ég veit sem er 97 ára og svo eru bara auðvitað þessar hefðir. Það er brennan, það er brekkusöngurinn, það eru blísinn, það er flugveldasýningin. Það er bara verið að raka mér hausinn, hárið. Og hvað ætlar að raka hann skeggi líka? Ég ætla að leyfa þér að vera. Líst þér ekki vel á hann? Já. Finnst þér að láta klippa augabrúnirnar í leiðinni? Já. Já, við erum hérna hjá stóra sviðinu í Eyjum og þar fer fram upphitun fyrir tónleika kvöldsins og fyrst á sviði er engin önnur en Una Torfa. Una, þú hefur verið að túra hérna all land í sumar og nú ertu komin til Eyja. Hvernig leggst kvöldi í þig? Ég er svo spennt. Ég er bara aldrei komið á þjóðhátíð og nú er ég mætt hérna í fyrsta skipti og fæ að opna kvöldið sem er bara geggjað, algjör heiður og bara fallegur dagur og ég er með yndislegt fólk með mér upp á sviði, þannig að ég er mjög spennt. Heldur þú að ég er ekki eftir að koma aftur? Það er óskandi, sko. Ég bara er svo til, ef mér verður boðið þá kem ég bara glöð. Áttu þér eitthvað uppáhalds þjóðhátíðarlag? Já, við tókum spjall í bílnum á leiðinni og vorum svolítið að ræða þetta, ég og hljómsveitin mín og mitt uppáhalds er La Dolce Vita með Páli Óskari. Og það vill svo heppilega til að ég er hérna með gítarinn með mér. Eigum við þá ekki bara kveðja hérna frá Eyjum með tónum úr þessu fallega lagi? Það ekki? Ekki bara að gera það. Nú er ég búinn að gera mig sæta, sjóðitur ég verða að mæta og upplifa La Dolce Vita. Nú er ég búinn að reyma skóna til að dansa í nótt við töfra tóna í La Dolce Vita. Takk fyrir þetta, Una og Sigrún í Herjólfsdal. Og fólk safnast víða saman en í Eyjum á Sauðárkróki var unglingalandsmót UMFÍ sett í dag. Þar eru Gunnhildur Kjerúl Birgisdóttir. Gunnhildur, það er væntanlega líf og fjör á króknum líka, ekki satt? Svo sannarlega, mér skilst að keppendur séu orðnir rúmlega 1000, svo eru náttúrulega fjölskyldur þeirra, þannig að það er óhætt að segja að það sé fjölmenni hérna á Sauðárkróki. Það var mikil og góð dagskrá hérna í dag og keppt í ótal greinum og morgundagurinn verður ekki heldur að verja endanum. Ómar, hvað ber hæst hérna helgina? Það ber náttúrulega bara allt hæst. Þetta er frábærir krakkar, frábær ungmenni sem eru hérna með okkur og veðrið hefur leikið við okkur. Það er búið að vera mikið að vera í dag. Við erum með stórar greinar sem hafa verið í dag, frjálsar íþróttir, við erum með strandlækið og við erum með körfubolta sem er náttúrulega gríðarlega stór hér í Skagafirði. Hér er bara lífið leikur við okkur, allir glaðir og svo er náttúrulega heilmikið annað en þessar greinar sem er búið að vera hér í dag fyrir unga sem aldna. Það fá allir eitthvað að gera. Það er líka keppt í ýmsum svona óhefbundnari greinum, er það ekki rétt? Jú, við leggjum dálítið áherslu að þetta sé ekki bara keppni, þessi harða keppni, heldur að allir eiga að vera hérna á sínum forsendum og við erum með leyfum krökkunum að kíkja inn í heim þeirra sem eru blindir og spilum blindrabolta hérna. Við erum með bæjarþón, þannig að það er svona skíða skotfimi sem við erum með
og við erum með bara alls konar greina sem að við viljum. Það er upplestur og stafsetning og það er skák og það er stóra keppni sem er við 300 skráðu. Það er kökuskreitingarna sem hafa slegið í gegn undanfarin ár hjá okkur, þannig að hér finna allir eitthvað við sitt hæfi. Hvað myndir þú segja að væri svona einkennismerki unglingalandsmótsins? Ég held að sé og hefur verið bara þessi samheldni, þessi gleði, þessi heiðarleiki hjá krökkunum og bara hvað við erum stolt að eiga svona frábæra unglinga og ungmenni hérna á landinu sem að koma saman hjá okkur og njóta samverunar. Takk fyrir þetta, Ómar. Það eru margir góðir gestir hérna helgina. Meðal þeirra er Andrew Henderson. Hann er 5-faldur heimsmeistari í freestyle fótbolta, með öðrum orðum galdramaður með boltan. Og þá er að hugað umferðinni. Arnar Björnsson, fréttamaður okkar, hefur fylgst með umferðinni í dag. Arnar, hefur allt gengið stór áfallalaust fyrir sig? Já, ekki vitum við annað en hér er maður sem hefur fylgst með umferðinni í 3 áratugi eða jafnvel meira. Árni Freylason, hvernig hefur þetta gengið? Þetta hefur gengið bara frábærlega í dag og ég verð að byrja á því að hrósa ökumönnum og öðrum sem hafa tekið þátt í umferðinni og taka hatt minn ofan fyrir fólkinu sem hefur verið í umferðinni í dag. Það bara er frábært að sjá að við Íslendingar getum tekið svona dag, mikil umferð en engin óhöpp, engin slys, þannig að við getum ekki verið ánægðari. Mikil umferð segirðu, það er einn og einn bíll á stangli núna, eru allir komnir í burtu? Já, þetta er dettum niður svona kvöldmatarleytið og svona niður undir 8 í kvöld og svo er aftur á morgun þegar að þeir sem eru að fara ætla að nota morgundaginn í ferðalög en það var mjög þétt í dag. Það hefur verið svona aðeins meiri umferð Vesturlandsveginn heldur Suðurlandsveginn en svona voða svipað og þetta er búið að vera bara frábært þrengt út sagt. En þið hafið áhyggjur af hraðakstri og ölvunarakstri? Já, það er eins og ég segi áfengi og eða vímuefni, þau eiga aldrei heima í umferð og það viljum við ekki sjá og eins og staðan er búin að vera í umferðin í dag, þá gengur hún mjög vel. Það er bara þéttur og góður hraði, ekki of mikill og ekki of lítill, þannig að þá rúllar þetta langt best. Þú ert búin að vera þessu í ansi mörg ár, er þetta alltaf jafn spennandi? Já, þetta er alltaf gaman. Það er föstudagur verslunarmannahelgi er svona dagur þar sem allir eru að undirbúa sig að fara út úr bænum og það er svona stemning í öllu og eins og ég segi í dag að þetta er búið að vera bara frábært. Ég heyrði í mönnum hjá fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra, engin óhöpp, engin slys tilkynnt á suðvesturhorninu, þannig að þetta er bara til eftirbreytni. Takk fyrir það, Árni, og ég held að við kveðjum hérna úr umferðinni sem er ekki mikið þessa stundina. Takk fyrir þetta, Arnar Björnsson. Og þá til útlanda að öðrum og erfiðari málum. Alexei Navalny, helsti stjórnarandstæðingur Rússlands, var í dag dæmdur í 19 ára fangelsi fyrir að skipuleggja og fjármagna starfsemi öfgasamtaka. Navalny neitar sök og segir réttarhöldin pólitísk. Hann afplánar þegar 9 ára dóm fyrir fjársvik í öryggisfangelsi í Rússlandi. Fjölmiðlafólki var meinaður aðgangur á dómsalnum og var að fylgjast með á skjá annars staðar í fangelsinu. Navalny brosti sínu blíðasta þegar hann gekk inn í dómsal í dag og henti gaman að dómara málsins þegar hann las upp dóm sinn. Oddur, þessi dómur, hann er væntanlega reiðarslag fyrir Navalny og stuðningsmenn hans. Já, maður skildi nú alltaf það, en samt sem áður þeir þekkja sitt heimafólk og vissu svona kannski alveg í rauninni í hvað stemdi. Það var aldrei neitt dómar að fara að sýkna Navalny, vitum við. Stjórnvöld eru mjög hrædd við Alexei Navalny, helsta stjórnarandstæðing Rússlands. Þetta dómsmál er höfðað af hálfu borgaryfirvalda í Moskvu en þetta datt aldrei neinum í huga að rétta yfir hana þar. Það hefði bara þýtt að mótmælendur hefðu flykkst á götur út til að lýsa yfir stuðningi við Navalny. Í júní, þegar aðalmeðferð þessa máls fór fram, þá var nú bara klippt á sjónvarpsútsendingu þegar að Navalny átti að fara að lesa upp yfirlýsingu, þannig að áhorfendur fengu hvorki að heyra né sjá það sem hann hafði að segja. Og Navalny hefur í bara áratug og jafnvel meira náð að sameina fólk og koma því á landsvísu jafnvel til að mótmæla Pútín Rússlandsforseta og þess vegna er verið að stinga honum í varðhald bara áratuga langt. Heldur hann losni einhvern tímann? Það er erfitt að segja. Kannski ef það verða stjórnarskipti í Rússlandi, kannski ef að Pútín Rússlandsforseta hugnast það allt í einu einn daginn að láta hann lausan úr haldi, en það er ansi ólíklegt að svo verði
og þess vegna framtíð Navalnys kannski ekkert svo rosalega björt, nei. Og meðferðin sem hann fær hérna í fangelsinu, hún ekki góð? Nei, eins og við sjáum hér þá klefinn hans ansi lítill og þessar vistaverur eru ansi hrörlegar. Þetta eftirlíking af klefa Navalnys í fangelsinu. Stuðningsmenn hans létu útbúa þessa eftirlíkingu til að vekja athygli á því hvernig farið væri með hann. Og svo sjáum við hér hvað hann hefur breyst í haldi. Vinstra megin sjáum við mynd af Navalny 2019 og svo hægra megin eru myndir frá réttarhöldunum í dag. Þetta skuggalegt að sjá. Hver heldur þú að framtíð hans verði? Það erfitt að segja hvort að við sjáum hann þruma yfir Pútín aftur á fjöldafundum í Moskvu eins og við vorum orðin vön að sjá, það erfitt að segja. Hann hefur kannski viljað verða að einhvers konar píslarvætti með því að fara aftur til Rússlands, því að við verum að muna það að það var eitrað fyrir honum 2020. Honum var komin til Þýskalands undir læknishendur þar sem kom í ljós að eitrað hafi verið fyrir honum með taugaeitri. Samt sem áður ákveður hann að fara aftur til Rússlands og vitandi í raun og veru hver framtíðans yrði þar. Þannig að ég veit ekki hvað hefur vakið fyrir honum hver framtíðans verður. Takk fyrir þetta, Oddur. Innbrot í heimahús eru næstum þrefalt fleiri í júlí á þessu ári en meðaltal síðustu 5 ára. Þess vegna sér lögreglan ástæðu til að brýna fyrir fólki að gæta vel að eigum sínum á meðan það fer í sumarfrí. Lögreglan fær margar tilkynningar innbrot í hverju mánuði og þeim fjölgar í júlí og ágúst. En hverju verið að stela? Það þessi munir sem menn geta komið auðvitað í verð. Og við sjáum til dæmis hérna, hér myndir bara úr innbrotum núna nýlega. Munir sem við haldum, við handtókum hérna menn sem áttu nokkur innbrot. Þjófarnir stálu tölvum, þrálausum hátölurum, heyrnartólum og farsímum. Og svo eru náttúrulega menn að leita að sjálfsögðu í skartgripina og peninga líka. Reyndar náttúrulega verðbólga þess aftur í dag, þannig að fólk nú frekar með peningan inn á banka. En á tími þess þegar vextir voru bara varla 1% í bönkum, þá var fólk með peninga bara heima og það var að vera að stela þeim á COVID-tímanum til dæmis. En hvernig gengur að klófesta þá fingrarlöngu? Fyrir mig þá hefði maður náttúrulega viljað ná miklu fleirum. Við erum með svona cirka 30% þar sem við erum með nöfn á bakvið innbrotin. En það eru bara ansi mörg innbrot sem eru ekki með bara neinu vísbendingum. Þýfið selt fyrir brot að því sem hluturinn kostar. Já, við erum mörg dæmi þess og það er náttúrulega með ólíkindi hvernig stundum bara fólk leyfir sér að kaupa hluti. Skúli tekur í dæmi að barnavagni sem stóli var á verslun sem kostaði 180.000. Hann síðan seldur á eina af þessum síðum á netinu fyrir 30.000. Verðið stundum bara allt á lágt til að geta verið satt. Þannig að fólk að taka þátt í hlutunum með að versla þetta. Innbrot í bíla, geymslur og á vinnusvæði koma inn á borð lögreglunnar. Hann tekur dæmi af manni sem stal verkfærum fyrir rúma 1 milljón. Og það var fyrirfram hann ætlaði að selja honum þetta bara á 10%. Bara rétt rúmlega 100 skall. Og sá ætlaði að fara að eiga rekstur, vera smiður. Þannig ætlaði sá að byrja. En hverjir eru það sem stunda þessi afbrot? Okkar fólk sem í óreglu, bæði að leita sér muna til að selja varandi sína neyslu. Líka þetta bara Íslendingar sem eru einhvern veginn standa höllum fæti og að leita sér að munum til að selja, bara fyrir sína framfærslu. Skipulagðir brotahópar hafa líka látið greipar sópa hér á landi. Dæmi núna fyrir nokkrum árum bara Litáa sem komu hérna bara sérstaklega inn og við náðum ekki fyrir þeir voru bara í 3. ferðinni í innbrotum. Þá vorum við búin að ná rauninni munsturinn þeirra. Komið inn til landsins bara á sunnudegi, byrjuðu sína brotastarfsemi bara yfir hábjarta dag meðan fólk var bara í skóla og vinnu og það ekki fyrir í 3. ferðinu sem við náðum og upplýstuðu þá 80 brot. Eftirlit verður tímabundið hert á landamærum Danmerkur. Danska leyniþjónustan telur öryggi landsins ógnað vegna kóranbrenna í landinu. Þar til 10. ágúst fá landamæraverðir auknar eftirlitsheimildir á landamærum Danmerkur á Þýskalandi og Svíþjóð. Sænsk stjórnvöld hertu sömuleiðis eftirlit með sínum landamærum nýverið. Til stendur að banna kóranbrennur bæði í Svíþjóð og Danmörku. Áhöld eru hvort þá sé verið að takmarka málfrelsi í löndunum og láta undan þrýstingi mótmælenda í fjarlægum löndum. At Danmark begyndt at give efter for sådan et udefrakommende pres nu? Altså, jeg har lyttet meget til den debat, der har været over den seneste tid, og når jeg lytter til debatten, så er det som om, at
at folk siger, at vi har ytringsfrihed, punktum. Og det har vi faktisk ikke. Altså, den danske ytringsfrihed er jo noget af det mest fundamentale, vi overhovedet har i vores demokrati. Men den er begrænset, og den er reguleret, og den er indskrænket. Flere end 400 steder faktisk i dansk lovgivning er der en eller anden form for lovbestemmelse. Du må ikke for eksempel gå ud og meget klart billige landsforræderi. Du må heller ikke gå ud og billige og dermed bakke op omkring terror sådan udtrykkeligt. Vi har en injurielovgivning, hvor du for eksempel skal være sikker på, når du siger noget som journalist, at det også er rigtigt. Vi må ikke brænde andres flag af. Så på en lang række områder har vi inden for vores demokrati lavet spilleregler for, hvordan vi er over for hinanden og sammen með hinanden. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins vann við það í morgun að dæla vatni úr sporthúsinu í Kópavogi. Líklegt að heimataug fyrir kalda vatnið hafi farið í sundur. Dælur slökkviliðsins héldu í við lekan og meðan reynt var að komast að því hvar taugin væri farin í sundur. Lokað var fyrir kalt vatn í Smárakverfi í nokkra klukkustundir meðan á því stóð. Fulltrúar Kópavogsbæjar og tryggingafélaga mátu skemmdirnar en ljóst að tjónið nemur einhverjum milljónum króna. Við þökkum Guði fyrir það að það var búið að opna, þetta gerist ekki miðnótt sjálfsögðu og eiginlega gott líka kannski, þetta var á föstudegi fyrir verslunarmannahelgi og traffíkin er mun minni þá, þannig gengur að gerist. Hvað með þarft að loka? Nei, sem betur ver, þurfum ekki að loka sýnist mér, þannig að það sleppur. Og þá að veðri, það verður suðaustlæg eða breytileg átt, gola eða kaldi og það verður skýjað með köflum og víða skúrir, einkum síðdegis. Hiti verður á bilinu 7 til 17 stig, en Sigurður Jónsson veðurfræðingur hann fer nánar yfir veðrið næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Þjóðverjar eru í áfalli yfir því að þýska kvennalandsliðið sé fallið úr leik á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Þýska knattspyrnusambandið gerði ekki ráð fyrir að fara svo snemma heim af mótinu og var í vandræðum með að bóka flug fyrir hópinn heim til Þýskalands. Og það er partí í Færeyjum þessa dagana, en KÍ Klaksvík er búið að ná sögulegum árangri í forkeppni meistaradeildarinnar í fótbolta. Já, það skiptast á skinn og skúrir í fótboltanum. Íþróttafréttir hér rétt á eftir. Og áður kveðum ykkur réttar enn yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Eldgosið við Litla-Hrút er á lokametrónum að mati eldfjallafræðings. Hann gískar á að því ljúki klukkan 7:37 á morgun en segir allt eins líklegt að hraun flæði áfram undir niðri. Þrátt fyrir að verslunarmannahelgin sé gengin í garð er tiltölulega lítil umferð frá höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan er með aukinn viðbúnað og allt hefur gengið vel til þessa. Allt frá ungbörnum að upp undir 100 ára unglömbum flykktust í Herjólfsdal í dag þegar þjóðhátíð í Vestmannaeyjum var formlega sett. Brenna brekkusöngur Bliss er meðal þess sem setur mark sitt á hátíðina. Dómur yfir rússneska stjórnarandstæðingnum Alexei Navalny var í dag lengdur 19 ár. Hann afplánar þegar 9 ára dóm. Navalny, sem segir réttarhöldin stalinísk, brosti í dómsal í dag og hló að dómara málsins. Ekkert er óprúttnum innbrotsþjófum óviðkomandi í innbrotahrinu á höfuðborgarsvæðinu. Varðstjóri segir góssið oft enda á sölusíðum á netinu og ef verðið er of lágt til að vera satt er líklega þýfi að ræða. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar ruv.is er uppfærður allan sólarhringinn. En þessum fréttatíma er lokið, njótið helgarinnar, hafið það gott og verið sæl. Á HM á morgun. Klukkan 5, Sviss, Spánn og klukkan 8, Japan, Noregur. Ekki missa af HM kvenna í fótbolta í beinni á RÚV. Það er ótrúlega